eina sem ég geri það að reyna til að hlusta hér á FM 95 blöð klukkan orðin rúmlega 4, 50 dagur og Hjörvar Hafliðason oftast með mér á 50 dögum en þar sem hann núna a college boy og að læra undir próf. Já, ég veit hvað að hugsa, betur hvað, gæti hann ekki tekið sér 3 tíma frí og verið í þættunum? Nei, hann gæti það vist ekki, það svo mikið að gera í honum í þessum próflestri að hann busy en það þarf ekki að örvænta því að hingað komin, útvars legendið, kóngurinn, maðurinn sem allir vilja vera og maðurinn sem allar stelpur vilja vera með, Jón Gunnar Geirdal. Já, það var ekki smá kynning maður. Náðu þessi ekki rétt, var ekki svona sem vildir ég myndi kynna? Jó, akkurat, takk Auðun, það var akkurat svona sem ég vildi og kynnti mig inn. En vertu velkomin hingað. Já, takk fyrir að kella. Ertu ekki góður? Hér gaman að vera. Já, það eins og ég sagði, þetta rándýrskipti. Ef ég þarf að henda hjörpunum út, þá gott að fá, svona útars legend eins og Jón Gunnar Geirdal. Já, veit ekki með legend en allt í lagi. Þú ert það. Já. Ég að segja þér það. Takk fyrir sig. Hvað Hjörvar að læra? Hann í íþróttafræði held ég. Já, ok. Já, og hann í íþróttaháskólanum. Ok, spennandi. Já, ég meina, hvað, getur ekki tekið 2 tíma í útvarpinu þetta? Ég hefði nú haldið það. Já, allavega, þá gaf ég honum frí í dag og... Bóklaðan bara gleipan eða? Laka hans á hér? Það vonar sig að læra alveg á fullu. Svo típist, hann ekkert heima þessar að læra núna. Hann liggur með bumbin út í lofti eða eina rauða súpudós og snakk og að horfa á einhverja gamla klippur úr enska boltanum. Hann bara í því sko. Það nákvæmlega það sem hann að gera núna. Hann að horfa á okkur United leikir einstur. Hann hatar ekkert súpudósuna sko. Nei, hann hatar ekki súpudósuna. Hann hefur tekið örfáar í gegnum tíðina. Já, en súpudós, maður farið þá eftir. Já, súpudós. Já, ég veit hvað súpudós og þú líka. Já. Svo fer ég sjopp í dag og byrður einhver bólugrafið úlinga kvikindi sem afgreiðað súperdós og hann horfður bara á þessu og sér þetta engi. Súperdós, þetta er bara kókdós. Já, ok, flokkast þetta ekki sem súperdós lengur? Nei, ég komst að því daginn, Gauri leit bara á mig sem ég væri þjóðminjasafni að spyrja. Bara guð með góðu, sko. Súperdós, hvað? Já, þetta er náttúrulega, sko, það er búið að stækka allt svo að í dag flokkast þetta bara sem kókdós. Já, við erum að verða svo kanir, sko, svo verður bara með bíó og fara svona tunnu og popp. Já, ég var í bíó þar daginn og þar fekk ég mig, að því ég sko, mér myndi en daginn, hann orðið svolítið síðan, svona ár, 2 ár, það fór ég í bíó út í Bandaríkjunum og mér myndi frá því að ég var úlingur og það fannst mér alltaf svo gott að fá mér smjör á poppið mitt og svona butter og dýrkaði það þegar ég var krakki. Okay. Það eldist ekki vel, því líka viðbjóðum ég kefti mér svona bucketið mitt og það var ógeðslegt. Já, með bucket á poppi. Já. Og lítur á kók. Með smjöri. Já, með smjöri. Ég rættu því núna. Líka með fyrir lífið. Setur þú dufturuglið á þetta í íslensku bíónu? Hvað lítið. Já, minnst ekki gott. Nei, samanlega. Það margir sem fíla það samt. En við ætlum ekki að ræða popp hér í allan dag. Við verðum með, stórglæsilegan þáttandekur, eða erum með fínan þáttandekur kæru hlustendur. Við ætlum að launa ykkur hlustununa með því að fara í Jón Gunnars lottó hér og eftir. Og hlakka mikið til. Erum við að fara í hvað? Jón Gunnars lottó. Hvað er það? Hvað er það? Hlustur aldrei á þáttinn? Það er rosalegt. Ég kem betur inn á eftir. Ég fer oftast í sveppalottó sko. Já. En ég ætla að nýta þig og fara í Jón Gunnars lottó. Það er fullt að liða núti sem var til að vinna þig. Svo ætla að fara í sturlaða staðreyndir og þær eru mjög góðar í dag. Ok. Förum vel yfir þær hér á eftir. Svo ætla ég í Subway málið mikla. Ég tók mig til fyrr í dag og ringdi í nokkra Subway staði hérna á Íslandi. Já. Ég ætla ekki fara fram hjá mörgum sem að fylgjast með netmiðlum eins og vísi.is og öðrum að Facebook logar. Já, það er allt vitlaust yfir því að bátum mánaðarins hjá Subway núna næsta mánuð er túnfiskbátur. Já. Og það er ekkert allir bara sáttu við það. Nei. Það er fólk að fara að læra undir próf og svona. Og vil einhvern annan bát sem bát mánaðarins. Já, þannig ég hringdi nokkra Subway-staði og þóttist vera brjálaður úlingur og að spyrja hvaða kjafta þetta væri. Þannig að við spilum það ekki. Þá er það hæfa ég sé þetta. Við förum mér þetta eftir. Já, út nú röddinn. Bátur mánaðarins. Verður ekki. Svo er það flottulega-keppnin. Þú ert að velja eitthvað gott lag. Já, ég tók þetta einhvern veginn í sumar og alveg skeitt. Já, ég tók að jarða það í síðast. Já, það var 5-0 eitthvað, það var ógeðslegt. Já, ég reynda tók Hjöppa 5-0 í síðustu viku. Já, þú veist með gott lag, ég viðurkenni það. Já, ég þarf að spila þá eftir. Já, þú mátt taka það Snoop Dogg. Hvað var hann með? Hann var með Tina Turner, Simply the Best. Og ekki taka Hjöppa á þetta. Hann svindla svo í þessu. Já. Þú veist, ekki gefa mér einhver ástæðu fyrir, eins og hann, þetta var tileinkað öllum konum á Íslandi því þær eru einfallega bestar og eitthvað svona. Svo daginn voru í flottulega-keppninni og hann spilaði Halleluja hérna með Jeff Buckley? Nei, með honum hérna Shrek frá Noregi, hvað heitir hann áttur sem vann Idolið? Spilaði hann Halleluja? Hvað heitir hann áttur? Já, Kurt Nielsen. Nema það
hann tileinkaði Noregi þetta sem hefur átt bátt síðustu 2 ár út af ég bara, svo þegar fólk hringdi inn, það bara svona, herri, verðum maður ekki að styðja Noreg, þetta er flottulega ég var brjálæður. Er hann orðinn væmnari en Heiður Austmann eða? Já, það er ekki öppin, hann er eitthvað mikið strákurinn. Okay. Svo erum við Tuðhotnið og lægi á leiðinu heim og fleira, þannig að það er allt að gerast í okkur í dag. Jónsi, þú ert í stuði, þegar? Ég er í rosalegu stuði. Hvernig lístur á að byrja á Swedish House Mafia? Já, það er við hæfið. Don't You Worry Child, gríðarlega vinsælt lag á Íslandi í dag. Já, þetta er skemmtilegt. Fínasti hittari hér, Öddi og Jón Gunnar með ykkur til 6 í dag. Jón Gunnar hér í fjarveru Hjöppa sem er að læra undir próf og það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Já, hvað er með það? Þú ert nú svona þægilegur að bánsa við slúðri, þú ert svona slúðurkongur. Er ég slúðurkongur? Já, svona fylgist vel með. Já. Þú þarft að gera það, ég meina þú ert nonni-plugg, þú ert að plugga þig með þessum hlutum og þú ert að fara að koma þér inn á bandaríska markað, þú ert að vita allt um þetta. Já, hvað er Kardashian að gera svona? Já, það er reyndar, ég er með eitthvað smá Kardashian slúðrið, það er reyndar leiðilegasta slúðrið alltaf, ég veit ekki af hverju ég teka sko. Nei. Þegar ég það byrja hins vegar slúðrið á mínum uppáhalds íþróttamanni, svona að mínum að þetta er besti íþróttamaður allra tíma. Já. Það er Michael Jordan, hann var að spila golf núna daginn í Florida á The Florida Country Club golfvellinum sem væri nú ekki, þetta var á Miami Beach sem væri nú ekki frásögu færandi nema það að hann hefði búið að banna hann á völlin. Hann fær ekki að koma þangað aftur að spila golf því að hann var í svona cargo pants, svona síðum buxum sem eru víst bannar á þessum golfvelli. Það eru strangar reglur þarna, hvað fatna var þar. Kemur í cargo pants og bara má ekki spila golf? Já, hann sem sagt, þú þarft að vera í stuttum, þú þarft að fyrir svona stuttum buxum eða einhverjum golfbuxum og hann var, þetta var eitthvað svona army síðabuxur sem hann var í og Michael Jordan segist hafa spilað hann oft áður og aldrei verið sagt neitt við hann en það komist einhver maður að honum á 12. holu og sagði hann þurfti að fara upp í klúbbhús að skipta buksu Skemmtilegur gaur. Já, Jordan sagði að það kem ekki til greina, hann var að spila svo vel hann ætlaði ekki að fara að jinxa því hélt áfram og kláraði hringinn og nú fær hann ekki að spila þarna aftur. Hver banna Michael Jordan að spila golf á höllinu sínu? Já, ertu á 12. holu? Hæ? Sjáðu þetta, Jordan er í cargo-buxum og ferð á röflar í honum? Já, það var ekki eins og þetta hefði verið, skilur, þetta var ekki auðvitað blöð hérna í einhverjum buxu, þetta er Michael Jordan. Þetta er Michael Jordan. Já, hann mætti spila nakin á mínum golfvelli. Ég myndi borga honum fyrir það. Alveg sama, sko. Allavega þá segir Jordan og honum þykir þetta leiðilegt en hann muni bara, taka þessu eins og hverju öðru hundspiti. Ég gef mér að Jordan geti spila, basically, hann geti spila golf á tunglinu, sko, honum er alveg sama. Já, ég held að hann sé ekki að fara að grenja þetta, en þetta finnst mér steikt af golfvellunum. Heldur betur. Michael Jordan, hann má spila golf í síðum buxum. Þetta er reyndar eina sem hafi böggað mig stundu á golfið, eins og mér golf skemmtileg íþrótt. Sammála. Ég hef lent í svona svipuð að það má ekkert, þetta er svo mikið snobb stundum. Já, ég hef mjög gaman að spila golf, spila þetta alltaf sjaldan og svona sko, en allt í lagi. Þetta er alltaf, menn er svo stressaður eitthvað. Já, það má ekki hitt og þetta. Já, sumir er bara svona reglu geðsjúklingar í golfi, ég get ekki spila með svo fólki sko. Nei, ég tók einhvern veginn kúlunum mína vittlust upp af gríninu og það var allt vittlust, það var bara kjaftaði sko. Ef við ekki bara hafa gaman að spila golf? Já, það er rétt þér. Svo er það næsta slúður, það er á honum Angus T. Jones, veistu hver það er? Angus T. Jones? Já. Hver er það fyrir? Það er litli strákurinn í 2.5 Já, hann var að gera eitthvað stórkostlegt í vikunni. Já, hann reyndar er ekkert lítill lengur, hann er 19 ára gamall. Og já, ég held að það hef ekki farið fram hjá neinum á Íslandi. Ég rætti nú aðeins um þetta í gær líka, því að þá var Charlie Sheen sem sagt að opna sig með þetta og sagði að þessi þáttur væri bara cursed. En nú er verið að taka ákvörðun það hvort að hann verði rekinn úr þáttunum ekki. Hann sem sagt sendi út vídeo frá sér. Já. Það er sem sagt ekki hann sendi út, en hann var á einhverju vídeo sem að trúasöfnuðurinn hans sendi út. Já, og hann er orðinn svona eitthvað holy dæmi. Og var að tala um að sjónvarp væri verkværi djöfelsins og hvetja fólk ekki til að horfa á þættina því þið væri horfbjóður og eitthvað svona. Já, hann leikur samt í sjónvarsþætt, hann er brátt á því það. Já, bara, hann er... Reyla alveg steikt. Já, orðin bilaði bara greið, held ég. Og já, sko, hann það er verið að taka ákvörðun núna hvort að hann verið rekinn eftir holiday break en þættirnir byrja svo aftur í janúar. Þáttur stendur ekki að fellið með honum þó hann sé allt í lagi, sko. Nei, hann vill sannsagt en í samkvæmt þessu slúðru þá vill hann ekki hætta. Hann vill halda áfram í þáttunum og ég er ekki hissa, hann var ekki nema 40 milljónir íslenska króna á hvert þátt. 40 milljónir í? Já, hann er með $300.000 á þátt, 19 ára tappi. Já. Og hann ætlar að halda áfram að vinna í verkfæri djöfulsins. Já, hvað, veist, verður bara þakklátur þarna. Nákvæmlega, já, veitsingur. Já, en svo er það lokaslúðrið og það er af Kardashian fjölskyldunni.
En það búið að vekja athygli í Bandaríkjunum eftir að Khloe Kardashian viðurkenndi hjá Ellen að jólakortið í ár, það photoshoppað. Það búið að photoshopa þau á jólakortinu. Kemur það einhverjum óvart eða? Þetta bara, það fer photoshopa út í búð, sko. Khloe, er það hérna pían sem í X-Factor eða? Já. Ég get hann ekki, sko. Það með þessa X-Factor að kynna. Já, hún er svolítið frosinn þar. Svolítið, og svo gaurinn með, þið alveg, þetta bara Ryan Seacrest þetta taka þetta lið í eitthvað skóla, sko. Það er mjög gott fyrir Ryan Seacrest, hverjir hafa verið kynnar hjá X-Factor upp í síkasti, það er svona sýnir manni hversu góður sjónvarpsmaður hann er. Já, hann er alveg með þetta, það kemur þessu, en þau þarna tvö, eins og ég gaman að X-Factor þætturum og KL og allt þetta. Já, ég fíkill, sko. Já, ég líka. Ég horf alltaf á þetta. Það er heilög stund á föstudagskvöldinu hjá Geirþallunum. Já, hún er ekki kannski alveg að gera þetta, ekki hann heldur eiginlega, hann er alltaf svona, en mér finnst líka alltaf festir að vera að taka eitthvað svona sem er nýbúin að syngja, eitthvað, wow, og svo hérna þessi Lopez að það, hún var búin að fá skelvilega dóma þessi reymastu strákun, og hann eitthvað, wow, that was not good comment from the judges, og eitthvað gefði þetta reskvart alveg að segja, no it wasn't, og bara, Kílan. Já, hann var að í rusli, ég skalla hann, ég er svo tapsvar. Já, þú ert tapsvar, þetta var slúðurpakki dagsins, ég þakka fyrir áheyrnina, við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð, svo er það Jón Gunnar Geirdalslottóið, farað undirbúa fyrir það. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum þrisvarsinnum á dag opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru glæsileg úr frá Ródium Kringlunni, gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi, gjafabréf frá Adam og Evu, tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils Malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól. Vilt þú næla þér í alvöru laugardagspakka á FM 957 í vetur? Pakkin inniheldur Bombay flöskuborð á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones ásamt gjafabréfi í Laugarspa og út að borða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Ingvar Eysteins á FM 957 á laugardögum í vetur og heppnin gæti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Jólahappdrætti Fókus í fullum gangi. Allir þeir sem kaupa skó í Fókus eiga möguleika á að fá skóna endurgreidda eftir helgi. Komdu og gerðu góð kaup í Fókus Kringlunni og Fókus Máralind. Samfilm og Warner kynna eina mögnuðustu mynd ársins. The Dark Knight Rises. You're retired. I'm retired. The Dark Knight Rises komin á DVD og Blu-ray. Krónan komin í jólaskap og býður gómsætar kræsingar á frábæru verði. Ungnauta roastbeef á aðeins 1998 krónu kílóið og svínabógur á aðeins 598 krónu kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Þú fær Túborg jólabjórinn á English Pub Austurstræti og English Pub Hafnarfirði. English Pub í jólaskapi með Túborg. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. 10% afsláttur alla daga í 10.11 ef verslað fyrir 2000 krónur eða meira. Þú virkjar öll kreditkort fjölskyldunar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifandur. Með Valdimar, lagið heitir Sín. Hrikalega gott lag. Eins og gamla íþróttastöðin. Já, þetta eina af plötum ásins, það er bara þannig. Já, þeir kunna þetta, strákarnir í Valdimar. Já. Það styttist hér í Jón Gunnars Lottó og Já, hlakka til. Flottuðakeppnina og svo erum við líka, skal ég eitthvað segja, að ætlum að spila hér símtöl í Subway á eftir sem ég tók upp fyrr í dag og sem betur fyrir tók ég upp fyrr í dag því að það er búið að ná sátum í Subway-málunum mikla. Já. Hvað er að gerast á Íslandi? Sigur fyrir Subway snæðandi stúdenta PMT framlengdu til 15. desember. Já, þannig að Hvað er að frétta? það var sem sagt átt að vera bátur núna í desember. Túnfiskbátur sem ég reyndar aldrei smakka by the way og er samt nettur Subway-fíkill. Hann er fín. Já, þú getur ekki sagt annað, þetta er röddin. Já, ég meina, bræðingurinn er bestur, finnst mér sko. Já. Túnfiskbátur, hann er góður sko. Ég hendi bacon á hann, hann er góður. Já, ok. Getur maður hendi einhverju svona shit á hann, er þetta ekki bara túnfiskur? Já, maður getur ekki alltaf bara hendi því svo vilt á hann bara, mér er alveg sama, en hann er góður. Má allt. Það má allt. En alltaf þá er Subway hefur ákveðið að framlengja bát nóvembermánaðar ítalska BMT bátinn til 15. desember. Máttur netsins er mikill, Blöndal. Já, það er ekkert annað sko. Og svo
mynda einhverju manni sem heldur hérna söfnin. Þessi er ánægð með bátinn sinn. Myndin tengist fréttin ekki beint. Hvað er að gerast, maður? Þetta er þess en við allavega, þáttu hringt ég fyrir í dag á Subway og var brjálæður yfir því að, túnfisksalat yrði bátu mánarins. Við spilum það hér á eftir. En ég ætla að spyrja þig, Jón Gunnar Geirdal, ertu búinn að velja lag fyrir flottulegakeppnina? Já, þetta er í vinnslu. Ok, þú ert ekki búinn að negla? Nei, ég tók að þeimast í sög, ég tók að eitthvað Usher-lag og þú komst með, hvað komstu með? Þú komst með bara eitthvað... Ég kom með Smells Like Teen Spirit. Já, Smells Like Teen Spirit, bara eitt mesta K.O. í þessu. Ertu alltaf að taka eitthvað aftur eitthvað svoleiðis, eitthvað nýjasta lagi með Usher? Nei, ég er rólegur. Nú er ég bara áttum að út á hvað sem keppni snýst, sko. Já, veist hvað hélst þú myndist snúast um? Ég bara veit það ekki. Þetta er flottulega keppnin. Já, en ég bara veit, ég veit hvort það ætti að vera bara ég veit ekki. En ok, nú er það búið gert. Já, svo... Við bara förum yfir þetta eftir. Svo þarftu undirbúa 5 uppáhaldslutina hennar líka? Já, ég var í pínuvesen með það en ég er að vinna í þessu. Já, og svo ætla ég að minna líka á, kæru hlustendur, að við ætlum í Enginn segir hér á eftir. Þannig að ef þið eru með Twitter þá með ég endilega henda á mig inn á Twitterinu hjá mér ÖTB, eitthvað sem að Enginn segir. Þetta er dagskrárliður sem við förum alltaf í á 50. Enginn segir hvað? Hvað meinar það? Til dæmis bara hvað Liverpool fær mikið að vítum. Eitthvað sem Enginn segir. Það segir Enginn það. Já. Kristján Ingi sérstaklega, hann er reiðasti Liverpool-maður á Íslandi. Já, ég er búinn að heyra í nokkrum reiðum púlurum í dag. Já, þeir eru nokkur margir til. Já, það var vist eitthvað dómanaskandall í gerð. Ekki það, ef ég væri Liverpool-maður sem betur verið ekki, þá væri ég pottitt reiður, sko. Já, ég verð alveg pirraður í United stundum, en áttu eitthvað svona sem Enginn segir í fljótu bragði. Eitt uppáldið mitt sem hefur komið í þessu var, takk fyrir að bjóða mér í Farmville, eitthvað sem Enginn segir. Já, takk fyrir boðið í Farmville. Það er eitthvað rosa gott. Þessi leikir á Facebook, mér langar bara stundum að brjóta tölvuna, sko. Já, en hver er uppáhaldsleikurinn? Þú spilar svolítið Lucky Slots, eða ekki? Já. Er þetta ekki svolítið það? Jú, ég er bara ákveða, ég vinn ekkert fyrir hátíð, ég er bara í Lucky Slots, svo tek ég Farmville annars lagi. Ég geti sagt þér, það er einn maður í Íslandi, vinur minn sem er rosalegur í Lucky Slots, og ég held að hann sé svona áhengis ekki búinn að bjóða mér svona 25 sinnum, hann heitir Stjáni Stuð. Ég held að hann sé að gera góða hluti í Lucky Slots. Já, hann er búinn að bjóða mér oftar í Lucky Slots. Hann er mikið í Lucky Slots. Og ég, Stjáni, þú ert að hlusta, þá óska þér allsins besta í Lucky Slots. Hold up. Hey, all my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, all my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Hann situr hér, hann Jón Gunnar með mér í stað Hjörpa K sem er að læra undir próf. Og ég var að spara að fara í eitt dagskrárlið með núna Jón Gunnar. Ok. Ég er að spara, ég er með á þriðjudögum, þá er ég með svolítið sem heitir Sveppalottó. Ég ætla að fara núna í Jón Gunnars lottó. Og já, það gengur út á það, ég ringi einhvern veginn út í bæ sem að vinna sem sagt í Jón Gunnars lottóinu og fær 2 mínútur með þér. Hann fær að tala við þig í 2 mínútur og spurja á því það sem hann vil spurja og bara leika sér við þig, sko. Jón Gunnars lottó? Já, ég ringi bara eitthvað númer. Ringi bara í einhver sem vinur, 2 mínútur með mér? Já. Til hvers? Nú, þú ert seleb, hann fær bara að spjalla við þig og hafa gaman. Það er í mig, ég var alveg til að spyrja, þú veist, hann getur spyrjað út í bíómyndir og eitthvað Og hvernig er sveppalingurinn? Hvernig er krösti hérna á þriðjudögum í þessu? Það hefur aldrei neitt viljað að tala við hann samt, sko. Já, frábært. Ég var frægur 93, hver að fara að tala í 2 mínútur? Það er öllum slett sama þegar þau ringir með sveppa. Ég var ekki svona frægur 93, takk. En kannski lendum við á okkur sem er geðið til að tala við Jón Gunnar. Já, það ringir bara einhvað. Já, þetta er bara Jón Gunnars lottó. Ég ætla að draga út okkur tölur eitthvað. Gamli og jókerinn bara. Meira ruglið, maður. Þú ert að vera hress við þann sem vinnur. Hvernig dettur þetta í hug? Þú er að hress við þann sem vinnur og að þetta er lottó. Og ég bara spjalla það? Ekki vera lélugur vinningur. Nei, ég segi fyrst, sko, hann er 2 mínútur. Ekki vera lélugur vinningur? Trófi Geirdal. Þetta er meira ruglið. 2 mínútur er heil eilíð. Nei. Í útvarpið, jú. Já. Já, góðan daginn, hver er það? Elvar heiti ég. Elvar, komdu sæll og blessaður og til hamingju, þú varst að vinna í Jón Gunnars lottói. Nú, býttu nú við. Já, þú átt 2 mínútur, hann situr hérna við hliðina með selebið og gúrúinn Jón Gunnar Geirdal, þannig að nú máttu bara spyrja hana hverju sem er. Gerðu svo vel. Já, góðan dag. Jú, góðan daginn.
Þetta er þess að stórkostlegu dagskrárliður hérna í FM 95 Blöð, Jón Gunnars Lott og þú 2 mínútur með mér. Ég veit samt ekki hvað það þýðir en þú... Hvað viltu spyrja Jón Gunnar að? Já. Það er spurning. Bara kannski til tattúun hans. Ég skilja sem ekki tattúun. Já, sko, hefðu verið með mann sem þekki kallinn. Ég er frægur fyrir flúr. Ég gaf alltaf veit tattúun. Ég er með nokkur, sko. Ég var með eitt pingu lítið fyrir 1,5 ári síðan og nú er ég orðinn vel flúraður, sko. Já, á hverju byrjuðu menn? Ég var með minnsta tattoo, það var eins og ég hefði unnið einhverju tyggjópakka, það var svo kjánulegt sko. Eitthvað hálsmenn sem ég var með í Ameríku sem var svona Lucky Charms, ég setti það á öxlina á mig sko, þetta var svona höfrungar og dót, þetta var pínu væmið sko. Núna ertu slífaður? Já, svo hendi ég á síðuna hjá mér, setningum úr hérna Nothing Man með Pearl Jam, tók eina slíka, mæli ekki með síðun ef fólk ætlar að fá sér flúr. Nei, ég held bara ég væri Já, mér leiði eins og ég var að fara að eignast barn út auga á mér. Ég held ég væri að deyja, bara hann byrjaði á einum stað og ég ætla bara að hætta við, vera bara með R úr Nothing Man. En allavega, svo fekk ég mig slíf sko, fyrir byrjaði í New York. Hann vil kannski ekki deyða öllum 2 mínútur sinni með þetta, Hann var að spurja. Eitthvað meira sem við veitum Jónsson? Ég held bara að hann væri svo mikið tattoo á það maður og ég ætla að gefa hann bara 2 frjálsar mínútur til að... Það var laglegt. Fagmann er með á línu. Við erum búin að fara oft í sveppalottó. Það var alltaf öllum verið drullu sama. Svo fyrir við eitt Jón Gunnars Lottó og við bara hittum á fan. Djöðlir ég ánað með þetta. Við getum verið inn í 10 mínútur sko. Það veit enginn talaði sveppa. Hvað á að tala um sveppa? Barnaefnið eða? Ef þú vilt vita eitthvað bíómyndir eða eitthvað, þá er hann búinn að lesa inn á trailera og líka Subway-röddinn, ef þú vilt henda eitthvað í það. Bát Mánarins. Já, hvað er að frétta með að Bátur Mánarins sé túnfisbótt? Þarna! Ég veit bara, ég talaði við Skúla Subway á kóngin sko, og ég standbæ að lesa nýjan Bát Mánarins, hann veit af því sko. Já, þetta er ekki vekja mikla lukkur sko. Samband íslenskra Subway getandi stúdent eitthvað, hvað heitir, er þetta eitthvað svoleiðis eða? Já, við komum betur inn á það mitt í þættinum og eftir, þá er ég að fara að hringja brjálaður á Subway. Já, þetta er hérna alvarlegt mál, ég veit að Skúli er núna, það er búið snúa öllu við á skrifstofun Subway. Og það eru konar 2 mínútur, herru, hjartanlega til hamingju með þetta. Já, bara takk hérlega fyrir þetta æðislega tækifæri að fá að spyrja kallinn spjóra úr. Já, þetta var dásamlegt. Herru, takk fyrir. Herru, þarna lendu á manni sem að hann bara vissi alveg hvað er í gangi. Já, við höfum getið að tala hérna í allan daginn. Já, hann var að spyrja þetta í flúrin. Þetta er svokallega KO á Krusty the Clown hérna á þriðjudögum. Já, það hefur aldrei neitt að spyrja hann. En það var maður hér sem vildi ræða Jón Gunnars, þetta var Jón Gunnars Lottóið og þetta var nú ekkert kjánarinn en það, Jón Gunnar, að hann átti hellingaspurningum að. Þetta var skemmtilegt. 957 kynnir í samstarfi við Epli iPad 4. Ein allra flottasta spjaldtölva sem komið hefur á markað er fáanleg í Epli. FM 957 hefur tekið svona tæki í notkun og að sjálfsögðum áttu að gefa hefnulustanda eintak. Skráðu þig strax á heimasíðu FM, fm957.is og þú átt möguleika á að eignast þennan magnaða grip. Við drögum út vinningshafa föstudaginn 30. nóvember. FM 957, Epli og iPad 4. Plata vikunar á FM 957 er fyrsta plata Gretu Salome, In the Silence. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum eintök. Fylgstu með á FM 957 og nældu þér í eintak af In the Silence með Gretu Salome, sem er plata vikunar á FM 957. Túborg kynnir krabbukvöld á Bar 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og Bar 11 fyrir fólkið í landinu. Sýnalkó og lakrísur virkar. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifenda. 25% afsláttur alla sunnudaga í skemmtigarðinum í Smáralind. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifundur. FM 95 Blöð á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is.
nokkra smelli. Þessi söngkona heitir Rihanna og hér með lagið Where Have You Been? Já, ég hrifinn að hérna Demontunum. Já, ég spilaði það einhverjum einasta þætti held ég í svona 3 vikur. Já. Ég ætlaði aðeins að kvíla það. Þú átt mikið af svona uppáhaldslögum, það skín svolítið í gegn. Já, ef það dettin lög hérna á FM sem ég fílaði í tællur, þá spilaði ég bara hverju þetta. Já, við höfum að taka nokkur eftir. Því ég hugsa líka sko, ef ég ekki komið leið það, þá held ég að hlustendur sé ekki komið leið það. Nei, ég alveg sammála því. En svo fær maður leið það. Á endanum, já, þú samt á undan öllum öðrum. Það nú háir útvarpsmönnum, sko. Þú ætla að heyra þetta miklu oftar heldur en að... Já, reyndar, það ekki allir að hlusta allar mínútur. Nei, jú, það ekki. Það hlýtur að vera. Ég vona það. Tímamóta útvarp. Já, segju þið. Það hins vegar komið hér talandum tímamóta útvarp, það komið að sturluðum staðrindum. Já, þetta stórkostlegur dagskrárliður. Og ég búinn að það ekki nýja reglan ekki gildi núna. Þetta allt satt, það ekki þessu kjaftaði. Þannig að þú ert ekki að fara að giska á hvað rugl. Er það ný regla? Já, það var ný regla sem var hjá okkur. En við erum búin að taka hann út. Þannig að ég ætla að byrja bara hér á fyrstu sturluðu staðrind dagsins. Ertu til, Jónsi? Já, ég bara klár. Menn missa meðaltali 2 vini þegar þeir verða ástfangnir. Bara 2? Sturluðu staðrind, já. Það missa meðaltali. Þannig að Sverrir Bergmann vinalaus. Nei, já, hvað, bara ég og því farnir. Nei, en það er samt svo alveg svolítið til í þessu. Það missir maður samt vin. Nei, það er ekkert eitthvað bara svona, þú ert ekki lengur vinur minn, en þú missir samband við það kannski. Já, sum fólk fólk bara svona kærasta sjúkt, það bara kynnist einhverjum og þá bara það off the grid, bara Jack Bauer. Láttu mig þekkja, þá það næsta meðal... Við fara samt aðeins í því, þú svolítið svona, ok, næsta bara. Er ég svona hvernig? Já, þú bara, ok, við viljum fara í þetta. Ég loka mig ekki af, veistu hvað klikkar? Það næsta, meðal kona pakkar... Já, konur pakka meðaltali 26 hlutum í töskunum sína fyrir ferðalag sem það nota ekkert. Ég fílaði samt byrjun að meðal kona, ég var að forða hvað það var í. Já. Hvað séu, að meðaltali... 26 hluti í töskunum sína fyrir ferðalag sem það nota ekkert. Já, ég held að setja svona 50 hluti bara í svona þessar tösku sem er með dagstaglega. Það er í gangi. Ég pakka, þegar ég er að pakka fyrir ferðalag, þá nota ég allt held ég sem er í töskunni. Já. Nei, það er kannski einn og einn bólur og kannski sokkar sem maður notar ekki. Konur pakka bara sér frá að flytja. Já, ég veit það. Það er líka alltaf bara ekki það að ég finni fyrir því núna, en maður hefur nú átt kærustu gegn tíðina. Það er líka, taskan hennar er alltaf svona 10 svona þingri. Já, bara kona mín með tösku, ég skil ekki hvað er onni sér töskustin, sko. Fyrir dekkin líka, auðvitað er nú að taka mína tösku. Nei. Helst ekki. Það er svona, hér þriðja. Nutella er 50% sykur. Sturluðu staðrind. Er það 50% sykur? Það er ekki ástæðalaust, þetta er svona gott. Hefur þú sett þetta á brauð? Nei, reyndar ekki. Hefur aldrei borðað Nutella? Nei. Ég set ekki lægi með þig? Nutella á brauð, ég hendi í kæfið eða eitthvað? Næ, ógeðslega gott, en 50% sykur. Það er rosalega. Það er svolítið mikið. Ég gef mér það enga þjórn sé ekki hrjuna því. Nei, ekki gott fyrir línurnar. Svo er hér næsta. Verslunar árótta eða shopping addiction er orðin viðurkenndur sjúkdómur. Það gat nú verið. Og fólk getur farið að leita sér aðstoðar. Já. Það er að koma fullt af nýjum svona sjúkdómi ljós svona síðustu ár. Það er líka búið að viðurkenna tanorexíu, muscle mania eða eitthvað er líka. Muscle mania og tanorexic, það er rosalega. Þetta helst nú kannski stundum í hendur. Já, þetta er svolítið... Vilt vera appelsínugulur og of stór. Það er eitthvað. En shopaholics, já. Já, ég er reyndar... Ert þú að shopaholic? Veslar hann ekki? Nei, ég svo sem vesla ekki mikið, sko. Ég getur alveg eins og vesla kettling í útlöndum að vesla, sko. Ég er alveg gaman að það, sko. En ég get shopaholic, ég er rólugur. Nei, en þú tapar ekkert í H&M eins og konur? Nei, ég var nú bara... Ekki það, ég var nú í London núna í vikunni og ég var nú bara, sko, furður rólugur. Já, ok. Svo er það hér. Mörgæsir leika sér dauðar í kringum seli svo þeir ráðast ekki á þær. Það var það heldur fyndið. Já, ég elska mörgæsir. Já, frábært dýr. Ég er bara æðislegt og allt þetta, þessi BBC þættir og March of the Penguins, þetta er dásamlegt. Það er þetta að horfa endalaust á þetta. Endalaust. Mörgæsir líka að vera þunglindar og að vera þunglindar þá fara það frá hópnum af því að þá vita það að deyja. Það er önnur styrlu staðrindum. Þunglind mörgæs. Sorry, það er samt pínu fyndið, sko. Það er svo það, næsta, þetta er svolítið sorglegt fyrir japanska karlmenn, en samkvæmt sturluðum staðrindum, nú er ég ekkert að alhæfa neitt í það. 25% af japansku karlmennum á aldrinum 30-34 ára eru ennþá hreinir sveinar. Já, fara að vallaði samt í svona japanagrín eitthvað. Já. Það getur maður fengið allir. Já, Björki takkir fús að dreipum öruglega bara hérna strax eftir það. Já, heldur hann sé hreitt sveinn eða? Nei, ég er nokkuð sem hann sé ekki hreitt sveinn. Hann er 44 eða ekki? Björki takkir fúsa, hann er 30 ekki og eins ás eða eitthvað, 36. Þannig að 30-34 ára,
Já, 25% hreinsunar, þetta svolítið hátt tala. Þetta mjög hátt, sko. Já. Það þarf eitthvað að gerast þannig í Japan, sko. Hvað varst þú gamall þegar þú fórst að hossast? Ég var 31. Ég fór að hossast. Þetta hljómaði mjög sexy, Blöndal. Ja, hver var þín fyrsta? Opnaði þess. Hver var... Þetta er eitthvað geðveikur. Jú, förum endilega að ræða hana og... Manst þetta í? Man, já, þetta rámar eitthvað í den, ég er alveg róluð, sko. Hvað varst það gammal? Ég er ekkert að fara að ræða þetta hér upp, þetta gleymdu hugmyndinni. Ok, var það fyrir 18? Já, fyrir 18, ég viðurkenni það. Fyrir bílpróf? Hættu þessu, það er svo lasi. En þú, hvenær var The Bald Celebrity, hvenær fór hann í ruglið? 14. júni 1995. Ertu eitthvað lag? Það er satt ekta þú að vera með þetta bara. Þú veist okkur klukkan hvað? Nei, sko ég... Fekk hún bréfið? Ég get ekki sagt að klukkan, þetta var mínúta af madness, þetta tók ekki langan tíma. Já, bara, veist, ef það var mínúta, sko. Já, ég man líka, ég var pínu... Where are the fireworks, man? Ég var líka pínu stressaður eftir það, því að þú veist... Eftir? Já, þú veist, eftir þessa mínútu. Já. Þetta var svona, ég var pínu The Fast and the Furious, þarna. Ég fór samt að hugsa að því að það var ekkert henni að kenna, sko, stúlkunni, en ég hugsaði bara, er þetta ekkert meira? Því ég var svona spenntur yfir því. En þetta allt saman? Já. Var ég að fórna mig fyrir þetta? Já, þetta var nú ekki fórnun, en hættu nú að ræða þetta og höldum áfram hér í stjórnlunum staðrindum. Sex in 60 seconds við Auðun Blöndal. Gone in 60 seconds. Já, svolítið svoleiðis. Já, flest spendýr á jörðinni, fyrir utan mannin, eru með bein í tippinu til að hjálpa honum í reisn. Ok. Flest spendýr eru með bein í tippinu? Já. Þetta er eitthvað sem hjálpar okkur ekkert. Ég vaknaði í morgun og hafði ekki hugmyndum. Ég væri að fara að heyra þetta í dag. Þetta lærir þú. Já. Menn eyða meiri pening þegar þeir eru á lausu, sturlu staðreynd. Ég er ekki alveg sammála því. Nei, ég er ekki alveg sammála. En ég treysti sturlu staðreynd. Það er viðkvæmt umræðum, sko. Já, en ég treysti sturlu staðreyndum og þeir vilja meina það. Já, það var svona er það bara. Kannski ég til maður ferðast. Nei, samt ekki. Það er ok. Ferðast þú meira, Emmett? Kofi Annan bara. Það ferðast mest með höfðatölu, sko. Ok, næsta. 20 sekúnda faðmlag leysir oxytocin og fær mannesku til að treysta þig betur. Já. Viltu koma og faðma mig í 20 sekundur og treystir þig mig betur? Já, ég treystir þetta alveg, sko, en ég er alveg til í knús. 20 sekundur er samt svolítið langt knús. Það er svolítið óþægilega langt knús. Já, sammála því. Svo er það síðasta sturlaða staðurinn dagsins og hún er að Tjerofóbía er hræðsla við að hafa gaman. Terofóbía? Tjerofóbía, C-H-E-R-O-fóbía er hræðsla við að hafa gaman. Hver er hræddur við að hafa gaman? Já, sem betur til orð yfir þetta? Já, það er tjerofóbía. Það er í gangi, já. Spæðis að vera haldið, shit, hörru, ég ætla ekki að Nei, ákvörðu, það getur orðið gaman á það. Það er sæmilega kvíðakastið. Ég ætla ekki í þetta partí, það getur orðið gaman. Nei, þetta verður allt og skemmtilegt, ég ætla bara að vera hér. Hvað okkur vil það ekki? Að því ég er með tjerofóbíu, maður. Þetta voru sturlar staðreindir dagsins, varstu ekki ánægð með það? Þetta var mjög skemmtilegt. Já, það voru nokkra mjög fínar þarna. Já. Þú vildir ekki opnaði með, sveindópinn? Nei, en þú opnaði, bara takk hella og fyrir hönd hlustenda vil ég bara þakka þér fyrir. Það er bara það sem ég gerir fyrir mína hlustendur, ég opna mig. Maður fólksins. 25% japansku karlmennum aldurinn 30-34. Það var sem stóð með mest Bjögga. Bjögga takk við fúsa. Já, spyrjum sig út í þetta. Það er komið að vinsalasta föstudagslæginu í langan tíma og það er mikið beðið þetta. Endur þetta ekki komið á netið? Veit ekki, við þurfum að kippa því í lag. Þetta er Dream On með Chubby Boy. Chubby Little Loverboy með föstudagslægið Dream On. Gæsa húð, þetta er rosa. Þetta er með þeim betri lengi. Enda eitt vinsalasta föstudagslægið í langan tíma. Hann getur sungið strákurinn. Já, ég minna að þú getur ímyndað ef hann væri til dæmis, ég horf mikið á X-Factor, ef hann væri hann í salnum að öskra þetta, það er allt Hann á vitlust. bara að henda honum í það. FM95 blöð á bara að fara í það verkefni. Já, svei mig þá. Bara henda Svessanum í X-Factor í Bretlandi. Bara hendum símtali í Vá og fljúum hann til London og gerum eitthvað og skráum bara lögum, við bara förum í það. Já, ekki spurning. Áskorun á Auðun Blöndal. Það er ekki spurning að steytist hér Subway símaður frá því fyrr í dag. Já, skemmtilegt. Sem ég hringdi brjálaður í nokkra Subway-stæðir á Íslandi við því að túnfisk báturinn ætti að vera bátur mánarins. Það er enda búið að breyta þig núna, það verður BMT. Já. En þú, hvað, varstu með eitthvað inn á Facebookinu þínu? Já, ég er með marga dásamlega vinn á Facebook og þetta er góð drengur. Já, þetta er snillingur og hann lendir stundum í netmisnótkunni á okkur mánudöfum. Já, ég finnst það ekki skrítið. Já, þú og Björnbræð, þér er þetta duglega að taka það. Já. Óli Geir er snillingur. Já, það er topp eintak. Topp maður. Og hann er hér með að posta mynda sér, þetta er eitthvað alveg yndislegt. Gef mér like að þið langar í svona Jagermeister handklæð. Svo er hann bara hel flottur hérna, flúrar og sexy, með appelsínugult Jagermeister handklæð. Þetta er bara svona golfhandklæð, eða svona
tuska sem notað okkur bar. Það komið 46 like. Nei, andskotin sjálfur. Og Kristbjörg Kamila Sigþrúðsdóttir Chico, þetta rándýrt nafn, bara með like og uppróparmerki og að safna jagmæstir, hún bara að fara á hliðinu þessu. Þú veist, vill ég bara skokka niður á spott og grípa eitt svona hanglaði? Já, þá veit ég það. Þetta er dásanlegt, þannig að Óli Geir er snillingur, en þetta er alveg, já, ég veit ekki. Ef þið eru með Óli Geir á Facebookinu hjá okkur, þá getið þið smelt í eitt like og unnið Jagermeister hanglaði. Já, þetta er orðið skemmtilega núna, sko. Það fullt af svona skemmtilegum Facebook-leikum í gangi og gaman Óli Geir skulle vera að henda sér inn á þá braut. Það alltaf eitthvað svona like-leikir. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo það, Subway síma þetta. FM 957 og kjúklingastæðurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þórðar Daníels á sunnudögum milli 10 og 2 og þú getur unnið máltíð fyrir 2 á kjúklingastæðunum Suðurveri. Jólagleðin á Wilsons Pizza. Allar pizzur á matseðli og aðeins 1390 kall fram á jólum. Wilsons Pizza, sími 581 1515. Viltu vinna ljómandi matarúttekt? Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. FM 95 blöð á FM 957. Þú færð brakandi gott Nóa-Kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-Kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls real wild, throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. You don't really wanna let the chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie. I feel your space, don't forget your face. I swear I will. St. Bart, St. Bullet, anywhere I cheer. Just bring with me. Alveg fara að gefa út fleiri lög. Já, hann alveg geggjaður þessi. Justin Timberlake með My Love, eitt gamalt og gott. Flottur leikari líka. Já, þetta bara, maður þarf að gefa Justin það, hann með þetta. Þetta töffari. Svo sannlega. En það komið að smá, síma gríni hér í FM 95 blöð, ekki fyrsta sinn sem við nýtum síman. Við hringdi hér fyrir í dag eftir ég las inn á tv.is eða inn á vísi.is að Subway ætlaði að vera með nýjan bát sem bát mánaðarins, Túnfisk bátinn. Já. Hann átti að vera bátur mánaðarins og það var allt vitlaust. Já, hvað heitir þetta? Já, Samband íslenskra Subway snæðandi stúdenta. Já, kvörtuðu og voru brjálaði því að þau voru að fara í próflestur og annað og vildu ekkert hafa þetta sem bát mánaðarins. Já. Og þetta svín virka nú hjá hann því að það var búið að breyta þessu. BMT verður til 15. desember. Já, þeir framlengja nóvemberbátnum, en Túnfiskbáturinn heldur sér sem bátamánuðins lík í desember. Þannig að það doppul drópul. Það doppul drópul hjá Subway, allt að gerast. En áður en það var búið að ákveða að breyta þessu og þá hringdi ég í dag og lét sem ég væri úlingur á leiðin í próf og alveg brjálaður yfir að þetta skildi vera bátur mánaðarins. Við skulum bara fá að heyra hér smá Subway rugl sem að tekja upp fyrir í dag. Tjekkum á þessum. Subway. Já, góðan daginn, geturðu sagt mér hver bátur mánaðarins hjá okkur í desember? Það Túnfiskbátur. Í Banastamaður? Nei, hann er alveg fín. Þú veist þessi viðbjóð, á hverju er það? Það er bara alltaf skiptum hverju mánuði. Já, maður á leiðin í próf og eitthvað. Já, ég meina, þú þarft ekki að fá þér hann. Hvað ert að segja maður hægt að vesla hana? Nei, menn það er fullt af öðrum bátum. Maður, djöfull er þetta viðbjóðslega fucking pirrandi, maður. Já, ég veit ekki, sko. Nei, hver ræður þessu þá? Ég veit það ekki, Hæ? Ég veit það ekki. Nei, taktu hausinn og raskatuna þér, maður. Ég veist þess kjaftaði, maður. Hvað, maður að fara að læra undir prófið í desember og maður bara að vesta sér eitthvað báta þá, þetta kjaftaði, maður. Bara eitthvað túnfiskbátur. Þú getur keypt hvaða bát sem er. Já, ekki á tilboði. Nei. Nei, djöfusins.
anskotast turn-off, maður. Er þetta ekki með námsmannakort? Æ, ég verðst ekki að skipta þér af með, maður. Djöfull er þetta pirrandi, maður. Ég meina... Nei. Það þarf að geta aðstofa eitthvað meira? Nei, þú getur ekki gert það. Ég hef bara engan áhuga á þessu. Ok, takk. Halló? Góðan daginn, er þetta Subway? Já, góðan daginn, það er Subway Smarland. Já, góðan daginn, hörru, hvað bátur mánaðarins í desember, hvaða bátur verður það? Ég held að það verður svona túnfisk. Hvaða kjaftaði það? Já, desember er svona túnfiskbátur. Hvaða kjaftaði það, maður? Akkurru? Það er bara ekki gott, ég er að fara að læra undir próf, allan desember. Það er mjög gott, túnfisk. Það er ekki gott. Er ekki hægt að hafa bræðinga eitthvað sem fólk borðar? Það er svona að þú getur að hringja í skrifstofan og tala það, skilur við bara að vinna hér. Við hvernig tala ég til að fara, þetta er bara kjaftaði, ég er að fara að byrja í prófum og ef ég ætla að fara með Subway og bát mánaðins þá get ég ekki að fara með eitthvað djöfisins túnfiskbát. Mér finnst túnfiskar ógeðslega góð. Átt að ljúga eða þú ert að vinna þarna. Í skrifstofan og tala, þetta er svona geðstjóra. Það þarf ég að tala um eitthvað á skrifstofan eða? Já, ég er bara að vinna hér, skilur við. Já, en getur þú lagt... Ég er ekki að gera bátum hónarins. Já, getur þú lagt einn gott orð og fara einhvern annan bát, þetta er kjaftaði maður. Ég skal segja en ég held að það er aldrei ekki svona breytingur. Já, ég meina, en þú ert að vinna þarna, eru margir að kaupa túnfiskbáta? Já. Nei, þú ert að ljúga þessu maður. Nei, ég er ekki að ljúga, ég er að vinna 3 ári í Subway, það ég veit, það er ógeðslega svona vinsælt. Nei, enginn sem er að læra undir prófið að fá sér þetta, ekki krakkar á mínum aldrei það. Ég veit ekki, þú getur bara að hringja í skrifstofan eða bara að fara í skrifstofan. Hvað er maður ekki búin að kaupa túnfiskbát í dag, til dæmis? Ég er ekki viss. Nei, enginn, bara djöfis kjaftaði maður. Af hverju þetta er að segja við mig, þú getur bara að hringja í skrifstofan og bara að tala við eitthvað svona. Að því ég er bara geðið pirrar, ég er á leiðin í próf og ég á pottið þetta með fullt af Subway og ég er ekki að fara að kaupa eitthvað djöfisins túnfiskbát sem bát mánaðarins, það er bara dögt mál. Er þú að grínast? Af hverju er svona ókurteis við mig? Þú bara hringtu í skrifstofan. Ég er ekkert ókurteis við þig. Ég er bara pirraður, fyrirgeðu, ég veit þetta er ekki þér að kenna, en þú lítur að vera pínu sammála mér um þetta djöfisins kjaftaði. Ég held að það er eitthvað kona sem er núna til dæmis, hún alltaf kaupa túnfiskbátinn. Kjaftaði! Ég er ekki að kaupa. Ok. Herru, takk. Takk, bye. Já, ég þarf að gefa starfsfólki Subway það. Ég hringdi á einhverja 4 staði og það var allir mjög kurteisir og fínir. Já, þeir nefndu þessu. Það var ótrúlega. Þú nærði úrlingnum vel. Hann bara brjálaði maður. Hún að fara að læra undir próf. En við skulum fá eitt svalasta lagi á stöðin í dag. Þetta er Hvítir skór með Blasa Rokka og Ásgeiri Trausta. Frábært lag. Já. Tveir snillíkar. Ríkala flott lag. Hvítir skór hér með Blasa Rokka og Ásgeiri Trausta. Þetta á vel við þig, ég var að segja þetta. Já, ég er mikið fyrir hvíta skó. Mikið fyrir hvíta skó og húfukall, hana. Já, þetta er bara eins og sé að vera að syngja kallinn, en það er talandi flott lög. Já. Þá er komið að flottulaga keppninni. Hún er alltaf á 50 og þar sem að Hjörvar Hafliðason er að læra undir próf. Hann er ekkert að læra undir próf, hann er heima með pizza og horfa á einhverja gamlar klippur úr enska boltanum. Bóttið. Með eina rauða súpudós við hliðina á sér. Þá ætlum við Jón Gunnar að keppa hér í flottulaga keppninni. Ég rúllaði upp síðast, þannig að þú átt harmað hérna. Já, og það var, þú slátraðir Hafliðason í síðustu viku. Já, þannig ég er á smá rönni núna. Já. Og þetta er ekki... Því líkur hér. Já, því líkur hér, segir Jón Gunnar. Það er ekki flóknar reglur. Við spilum 1,5 mínútu úr lagi sem okkur finnst virkilega flott. Svo ringið þið 511-0957 og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnu keppnina. Já, ég tek þetta. Ég er með góða tilfinning fyrir þessu. Ok, hvort viltu vera undan eða eftir? Af því að þú ert gestur alltaf að leifa að velja. Ég og Hjörvar skiptust alltaf á. Hvort viltu? Hvort viltu byrja eða enda? Ég ætla að byrja. Þú ætlar að byrja? Já, ok. Ég ætla að byrja þessa flottulega keppni og klára hana. Já, þá spyr ég þig, Jón Gunnar. Já. Hvað heitir lagið þitt? Lagið heitir Midnight City með M83. Eitthvað sem þú vilt segja? Er einhver saga bak við þetta? Nei, þetta er bara hrikalega gott lag sem er að fara að vinna þessi keppni. Þetta er hérna rándýrt lag. Þú ert með betri smekk en Hjörvar, ég var að gefa það. Það þarf nú ekki mikið til. Þetta er lagið hans Jón Gunnars, tjekkum á þessu. Þetta er rosalega smetluð maður. Ég sé það alveg fyrir með tattooið og trefilinn á einhverju Good Shit Airways tónleikum. Hipster City, baby. 10 sekúndur eftir.
Þetta lagi hans Jónsa hér, Midnight City M83. Þetta frábært lag. Ég skal gefa það er ekki þessu lagi. Takk fyrir það. Þetta svona ekta þú samt, eins og ég sagði þetta lag. Já, það skemmtilegt. Heimdi að heyra þetta lag, ég hugsa, Jón Gunnarur. Já, gemli. Já, en þetta, þú átt alveg að nýta söguna bak við þetta lag. Þetta lagi sem var að spila á skemmtistannum þegar þú fórst í þinn fyrsta sleik við kærastuna að gera hendu öllu svona inn. Það hjálpaði þér að fórst í. Já, Hjörvar hefur reynt í mig slegt ekki. Já, Hjörvar er því vílíku svindlar í þessum maður. Já, ég er ekkert, lagið tala bara sínu. Já, þannig á það að vera í flottuleikkeppninni. Ég er ánægður með þig. Herru, þú varst með ágætislag en því miður þarf ég að rota þig aftur. Ekki séns. Komið að mínu lagi og eins mikið og þitt lag og vel við þig. Þá verð ég að vera að sammála hérna vini mínum Jay-Z að ég á 99 vandamál en þetta er mitt framlag hér í flottuleikkeppninni 99 Problems. 99 Problems, but the bitch ain't one. Já, Egill Einarsson vinnur okkar, hann syngur þetta I got 99 problems but the bench ain't one, hit me. Hann tekur svo mikið í back að hans samsögn, hann er ágæður í bekknum. En já, þetta er hrikalega gott lag. Já, tvö flott lög en þá er það í ykkar höndum kæru hlustendur. Ég heyrði þetta í London í sumar, live, í O2 Arena. Já, það er fín. Svakalega. En M83 og Midnight City er að fara að setja kork í Jay-Z við minn. Það er ekki sens, við skulum sjá hvað hlustendur segja hvort lagi fannst þér flottara. 99 Problems. Er það ekki? Hvað er þetta? Það verður ekki þreytt, verður aldrei þreytt. Æ, þetta er svo rándýrt lag, maður. Þú ert bara að velja einhverja gaura hana, línunum. Herru, takk fyrir að ringja. Takk. Herru, staðan er 1-0. Koma svo Við skulum FM. fá næsta hlustanda, hvort lagi fannst þér flottara? Það er Öddi. Það er Öddi. Hvað er að gera þetta? Takk fyrir það. 2-0. Bye. Þetta byrja vel. Takk. Við skulum sjá, er það Midnight City eða Jay-Z? Hvað segir þú? Jay-Z alla leið. Jay-Z. Hvað er að gerast þetta? Allavega 3-0 í þessu. Arg. Herru, takk fyrir að ringja. Ég hef trú á næstu 5. Ok, það er enda sko, ég hef komið frá 4-0 down. Þannig að þetta er ekki dögt. Ég er alveg rólur. Hvort lagi fannst þér flottara, kæri hlustandi? Já. Halló, hvort lagi fannst þér flottara? 99 Problems. 99 Problems, það er 4-0. Herru, ég þarf 1 en þá er það annað 5-0. Takk fyrir að ringja. Nú reynir á okkur, veldu eitthvað almennilega það. Já, ég er bara, það er sama hvað línu þetta er bara flottara lag. F95 blöð, hvort lagi fannst þér flottara? Herru, ég er að fíla þetta, hann er svo mikið rappar, en ég ætla að segja Jay-Z. Það er 5-0, það er annar rótök, takk hjálpa fyrir þetta. Það gerast, maður. Takk fyrir að ringja. Ég held að FM hlustandi skildi ekki Jay-Z, sko, ég er rann til mér. Já, Jay-Z er náttúrulega, það er ekki En 5-0, ekki atkvæði á Midnight City, hvað er að gerast? Svona er þetta bara, þetta var flottilega kettin, við ætlum að fara hér í Engin segir eftir öskamastund. Þetta var rótök aftur hérna, Jónsi. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum þrisvarsinnum á dag opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Body Shop, gjöf sem gleður, gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Smáralind, gjafabréf frá Hljóðfærahúsinu, skemmtispilið Skrýpó frá höfundum Fimblefamps og gjafabréf frá Kringlunni þar sem þú færð allar jólagjafirnar á einum stað. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957. Gleðileg jól. Hver vill ekki kveðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eysteins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Hverjar voru þessar 13 ástæður fyrir því að Hanna tók líf sitt? Eina leiðin til að komast að því er að hlusta á kassetturnar sem Clay fann. Ef þú getur bara lesið eina bók í ár, ætti 13 ástæður að vera sú bók. Hún er sorgleg, stórfengleg, átakanleg og full af von allt í senn. 13 ástæður er bókvikunar á FM 957. Hlustaðu og þú gætir næstir í eintak. Viltu áskrifta hamingju, iPad, skélþunnur, loðbeinn og bara betri og betri? Epli.is. Ertu að hugsa að skella þér í bíó? Þú borgar minna fyrir bíómiðan ef þú ert með bláa kortið. Nánari upplýsingar á hringtorg.is. Bláa kortið borgar sig. Arion banki. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð. Á FM 957.
Reykvíkinn Chris Brown með lagið I Can Only Imagine. Já, þetta er hressandi. Já, þetta er alltaf lagið. Þetta mann að jafna það. Ég er bara næs ekki sko. 5-0 á Midnight City. Já, en eina sem ég fór að hugsa, af því að það munaði sko, maður sé það, ég vann, það munaði núna 3 stigum á mér og Hjöppa. Ok, þér í vil? Nei, hann er yfir. Já, ok. Með Celine Dion og Pitbull samt? Ógeðslega tónlistamæk. Ok. Gildi þetta ekki sem sigur fyrir mig? Já, það hlýtur það. Þannig að núna munar bara 2. Ég er að spája að ringja bara inn í Hjöppa og aðtöfa hvort ég fái þetta, maður sem. Það hlýtur það. Hann er nú opinn og jákvæður og skemmtilegur. Hann er potið til í þetta. Kæfnismæðurinn hann. Hann er svo opinn með allt svona. Já, mjög. Núna svari hérna. Hann er alltaf að læra það. Halló? Halló? Hjöppi? Já. Sæll og blessaður Öddi, þú ert í beinni útsendingu í FM 95 Blöð. Já, blessaður. Hvað segir þér? Hæ, Hjöppi. Blessaður. Jón Gunnar situr hér í þínu sæti, það sem að kallin er að læra. Jón Gunnar Geirsson. Já, henni eini sanni. Eini sanni. Já. Minn uppáhalds útvarpsmaður of all time. Takk fyrir það. Það er ekkert annað. Ég þakka hólið. Já, ég þurfti að hafa líka erfitt sæti að fylla, þannig ég þurfti að fá alvöru mann. Hann var með betri blöndun á FM 957 svona 94, 5 og 6 eða þannig. Það er hár rétt, það er rétt. Við erum búin að rifja upp þá takta þetta í dag. Þú reynda tekur mig betur en ég stundum. Já, svo varstu líka frábæra sunnudum. Já. Fyrstipartin á sunnudum. Mjúki maðurinn. Þá ringdi hérna, þá vann ég stundum hérna út að geta hjá þér. American Style maður. American Style maður. Heima lítið í sér, hlusta á gamla Gerdal, það er kósí maður. Djúðlega gott. En ég er með slæma frétti fyrir þig, Hjöppi. Ok, veitu hvað, ekki komið slæma frétti, ég þarf ekki á slæma fréttum að halda. Æ, minna, þetta er ekkert hróðalega fréttir, en þetta eru slæma fréttir því að þú varst ekki í þættinum. Ég var að minnka munin í flottulega-keppninni í 2 stig. Ég tók Jón Gunnar í jarðaðan 5-0. Góður. Já, þannig að nú munar bara 2 stigum okkur. Já. Er það þannig ef að hérna Mike Tyson forfallast og Holyfield tekur slæginn fyrir hann? Já. Og Lennox Lewis rótar Holyfield og vann hann þá Tyson, eða? Virka bransið þannig? Nei, þetta er bara flottulega keppni. Það er 1-0 fyrir þér á móti JGG. Ég er samt fíla í þessu Holyfield. Nei, það er eitthvað 2-0 fyrir mér á móti Jón Gunnar. Ég vann hann líka í sumar. Já, þannig að þetta telur ekki neitt. Fæ ég þetta ekki gilt? Ég var klár með lag, sko. Já, hann tók KO á mig, Hjöppi. Ég held ég væri með skotthelt lag á steikina. Nei, 5-0. JGG, þú ert besti Facebook DJ-in. Hvað lag þetta á þetta? Ég valdi Midnight City, hérna, M83. Ok, ég þekki ekki eins og sko. Það er mjög skemmt. Mjög flott lag, sko. Já, þú ert bara YouTube þar. Hvað tók blöðvélinn? Blöð hendi, I got 99 problems, but the bitch ain't one. Hit me. Hann tók Jay-Z. Það var hvern fyrir litningin? Nei, ég byrjaði það. Ég er búinn að gleyma, ég saknaði þess ekki eins og að hafa það. Ég tók eitt fyrir stelpunar, hann tók hvern fyrir litningan á 99 Problems og tók 5-0. 99 vandamál en tíkin er ekki eitt af því. Hættu þessu maður, þetta er bara flott lag með Jay-Z. Ég meina Single Celebrity, hann er ekkert í vandræði með þetta. En það var hérna, ég tók þig líka 5-0 í síðustöku. Hvað hefðið þú tekið í dag, Hjöppi? Ég hefði tekið hérna Wind of Change með Scorpion. Já, komið með eitthvað sögu eða? Já, það hefði komið með eitthvað góða sögu með því lagi. Maður vangaði nú við það í gamla daga, maður átti það lag. Vangaður við Wind of Change með Scorpion? Hvað ertu gamall, maður? Það er bara að segja mikið hvað JGG er gamall, sko. Já, ég var í Bryan Adams, sko. Ég var að vanga við hérna lagið, þetta Bryan Adams. Everything I do, I do it for you. Ég vangaði við Heaven með Bryan Adams, sko. Já, ok. Þá voru þið náttúrulega bara báðir að borða sand á meðan. Þú varst að vanga við Scorpionum en við Hjöppi vorum að borða sand. Já, ég var Hvernig voru vangadansöndin í gamla daga, Jósi? Var verið að ká á rassi þá? Það er bara dass. Maður þorði ekkert alltaf að fara niður með hendina. Nei. Ég var bara ekkert í þessum. Ég ætti yfirleitt að vond lykt af stelpum að ég bara sleppti þessu. Fannst þér vond lykt af stelpum? Í hvaða skóla ástu? Já, veistu hvað? Við gætast að vanga. Já, það var bara, það var ekki náttúrulega besta. Það var nú bara akkurat uppáldi mitt við vangadansana. Það var að finna þessa fallegu lykta á hárinu þeim. Það var ekki sérstaklega góð lykta hjá okkur, sko. Hvað, í hvað skóla ástættu? Ég var Snælandsskóla. Já, alveg, það voru nokkra skvísu þar, eða ekki? Gaman fyrir stelpunar sem eru að hlusta. Já, gaman fyrir gömlu kærastan að hlusta. Það eru bara mikið út að leika sér og svitnuðu við það. Mikið út að leika sér, já. Í hvaða umræðir við Dokki? Ég beði að heilsa þér, Hjöppi, en ég fæði ekki gitt sem sigur. Hér á eftir fleiri sveita stelpur úr Snælandsskóla. Gangið vel að lærundu próf. Já, gangið vel. Þetta var íþróttafræðingurinn Hjörvar Hafliðason. Hann var aldrei að fara að gefa grænt á þetta, maður vissi það. Ég vissi það alveg. Hann er ívið
hann nú ekki jafn mikil keppnismaður þú, en hann samt keppnismaður. Já, hann mikill keppnismaður og hann líka gerir bara allt til að vinna. Hann dirty. Ég þoli það ekki. Já, hann hrappur. Já. Við skulum fá lag sem að hefði alveg geta átt heim í þessari keppnaðan. Það Follow Me. Og Jón Gunnar með ykkur hér, í hálftíma í viðbót, eða til 6, minn svo alla virka daga. Tímamót útvarp er í gangi og það er komið að dagskrá liðnum Enginn segir. Það er búið að vera að dælast hérina á Twitterinn og fullt af skemmtilegum Já, mér finnst þetta forvunilegt. Já, og ég ætla bara að lesa hérna, það eru sumt má ekkert lesa, það er sumt hérna svo gróft sko. Já, ok. En við skulum sjá, ég ætla að lesa hérna nokkra. Góða, við byrjum á, Alexander Sæfarsson, djöðlist þú ert dánin góður. Eitthvað sem að Enginn segir. Þú er gaman að þessu. Já, Birgir A. Balotelli er mjög gáðagur. Sem að Enginn segir. Það er aldrei sagt. Gylfi Karl Gíslason er að mínum mati með það besta í dag. Fergie out, Enginn segir. Anna? Já, þetta er svolítið United-legt litið hjá okkur. Nei, ég tek líka þegar að vera rakkan í United, sko. Okay. En svo það var daginn, þá var djöðlur stuðningsmenn Manchester United, hóvarir og skemmtilegir. Enginn segir. Guðmundur Sigursson, djöðlega gaman að prófun sé að byrja. Enginn segir. Það er enginn að segja þetta nú. Já. Þetta get ég ekki tekið. Þetta kemur Björgvin Guðjónsson. Djöðlega Hjörvar Hafliða í góðu formi. Enginn segir. Íþróttafræðingur verður brjálað núna. Já, Bjarki Bergmann með eitt skemmtilegt hérna. Getur ekki spila Gangnam Style eða Call Me Maybe hans oftar? Enginn segir. Það er enginn að fara að segja að biðja Gangnam Style oftar. Kristján Páll. Djöðlega er þetta sjúkt vanilukók. Enginn segir. Þessa góður? Já, þetta get ég ekki spilað, nei, get ég ekki sagt. Úps. Já, það er sumt hérna sem að... Það eru mennur hressir. Þessi hérna, Arnarsveinn, ég er sammála á honum, ég hafði mjög gaman að þessi gerð, djöfull er leiðilegt þegar enskir í miðri viku, Enginn segir. Já, ég er hrifinn af því. Já, það er æðislegt. Aron Kristinsson, váka ég elska mandarínusteina, Enginn segir. Þetta er við hæfi núna. Það er koma jólin. Já, Gunnar Geir Helgason, Öddi þarf að fara að drífa sig í klippingu. Enginn segir. Smá sköllokkurinn, það er nýtt. Rúnar Örn, múhú, þá var maður ráðin blankur. Enginn segir. Það er heldur gott. Hérna er mikið, Liverpool og United maður. Já, þetta hérna, ég er svolítið sammála Bjarki Jónsson en eitthvað hérna. Ég vann í Facebook-leik. Enginn segir. Enginn segir það. Þekkir eitthvað sem er unnið í einhverju Facebook-leik? Vinnur einhverju í þessu? Nei, enginn. Ég meina, kannski í Facebook-leiknum hans Ólageirs. Það er að vinna handklæði frá Jagermeister. Það er einhver að fara að vinna appelsínu gult Jagermeister handklæði hjá Ólageir. Það er einhver að fara að vinna það, við vitum það. Já. Nei, þetta get ég ekki. Þetta er ritskoða, því ég er gaman að því. Já, það þarf að ritskoða hérna. Djöfull nenni ég ekki að hlusta á sturlaða staðreyndir. Enginn segir. Það er enginn segir það. Þakka Andra Jónasinni hefur kjallað verið það. Og Bjöggi Mári með djöfull voru sitt í góður í meistaradildinni. Eitthvað sem Enginn segir. Gulli Hress, markmaður. Og nei, þá er þetta komið í dag. Það er svona annað hvert sem er bara ekki við hæfið af hendi loftið. Já, sumt, sko, ég vil ekki vera leiðilegu neitt. Nei, engan dónaskap. Nei, þetta var dagskránurinn Enginn segir. Áttu þú eitthvað handa okkur, Jónsi? Sem að Enginn segir? Já, hvað er með eitthvað? Þú ert nú svona frasagangur. Hvað hefur þú hendi? Hvað er eitthvað sem Enginn segir, Jón Gunnar? Hvað er einhvað sem Enginn segir? Já. Er ekki þetta lengja vinnuvíkuna? Já. Er það ekki eitthvað? Já. Þetta verður það vond maður, vá. Þetta var ógeðslega töff. Maður er allir grenjandi og látri. Þetta er lag sem þú spilar okkur meðanst þig? Nei, ég hef ekki spilað þetta í marga mánuði. Er það ekki? Nei, takk fyrir að hlusta þér síðast. Koma hérna sem gestastjórn, þú þekkir ekki þáttinn. Kvöldið frá 6 til miðnættis. Gleðin byrjar á jólabjór og burgers á Lebowski bar. Því næst er farið á dönsku krána í enn meiri gleði og að lokum á English pub. Vart þarf að taka fram að jólabjórinn flæðir fyrir allan hópinn á öllum stöðum. Að sjálfsögðu er 20 ára aldurstakmark. Fylgstu vel með þeim Kristján Inga og Óskunnars á milli 10 og 1 næstu laugardaga, þar sem þau munu gefa vísbendingar hvar kassan er að finna. FM 957 og Túborg jólabjór. Léttöl. Jólahappdrætti Fókus er í fullum gangi. Allir þeir sem kaupa skó í Fókus eiga möguleika á að fá skóna endurgreidda eftir helgi. Komdu og gerðu góð kaup í Fókus-kringlunni og Fókus Máralind. Safnaðu 5 ljómandi strikamerkjum. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2. En flestir fá sér helling.
Hvernig vilt þú þitt Nóa-kropp? Nóa-kropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Þeir að hlusta hér á Ödda og Jón Gunnar þennan 5. daginn, hvað ekki komið 29. nóvember? Jú, takk. Máka, þetta fljótt að líða maður. Já, bara hvert fór þetta haust? Já, haustið ég er að bíða eftir að koma í mars, þá líður mér alltaf vel. Já, það er svona erfiður mánuði framöndan, sko. Já. Sko skammdegi minni, sko. Vorið er einhvern veginn, það er svona, veist, ekki það, ég er alveg happy camper, aðeilsfari, skilurum. En þá einhvern veginn líður mér alltaf best, því þá er allt sumarið eftir. Ég er það ruglaður að ég er allt sumarið að hugsa að sé að verða búið. Já, maður er stundum svolítið... Og bara svona, vá, að komið í júni. Og tala það svo í 3 mánuði, hörru, svo eftir Vestlumannhelgi þá er sumarið búið. Já, það er svo alltaf að bíða eftir. Já. Þannig að vorið er svona, það er minn tími. Já, ég er skemmtur í tími, sko. Ekki, ég hef gaman af haustunum, það er svona þetta vetrar ógeð sem ég gestandi mikið, sko. Nei, haustið er samt svona slappa. Þetta er enda búið alveg ágætis haust. Já, við erum bara mjög heppin sofar, sko. Hvort viltu slappa eða rigningu? Rigningu. Viltu snjó? Já, stundum vil ég snjó. Svona yfir jólin vil ég snjó. Þess utan alls ekki, sko. Við PSO vorum að ræða í gær og við viljum báðir rauð jól. Já, ég heyrði það. Ég veit ekki rauð jól, sko. Ég veit hafa þau hvít og minnst það svona eitthvað kósí. Já. Ertu jólabarn í þér? Ég er mikið jólabarn. Já. Bara, minnst jólin bara æði, bara alltaf fjölskyldutíminn og... Þú ert að baka á svona? Ég er lítið að baka. Já. Mjög lítið. En kona mín held ég fram að hún ætla að fara að baka, sem er skemmtilegt. Já. Ég er náttúrulega sælkerið dauðan, þannig að jólin ég er grimmur þar, sko. Ég þarf að skreita heima núna. Ég skreitt ekki núna síðast. Skreittur ekki? Já, alltaf lítið. Já, ok. Það er bara piparsveina, The Bachelor, Pats. Nei, það er ekkert út af því. Bara einhvern veginn leti, sko. Þú er að skreita leti. Hvað er þetta að gera? Þetta skreitur heima hjá. Mér útast á 2 tíma á dag og svo ert ég ræktir í maður. Skottast ég að skreita. Slaka á, mamma. Ég ætla að skoða þetta. Hvað segir mamma blöð hún kemur í heimsókn í desember og það er ekki búið að skreita henni? Hún lítur að taka stera. Já, við náttúrulega erum svo mikið hjá Mæju systir. Já, ok. Það er náttúrulega allt, hún er með börnin og... En hvað, heldur það bara ekki jól heima hjá þig bara? Jú, ég meina, hvað heldur þið sitja eitt bara við tréð heima hjá mér og opna pakka eða? Þetta er bara, kikið hérna. Ég ætla að setja upp jólaseríur og eitthvað. Já, smá birtu, sko. Já. Það er þetta góða við desember. Það er svona, veist, það er smá ljós þarna, sko. Já, maður fær jóláljósin, sko. Já. Það er alltaf kósið út að fara að sofa. Þú ert nú jólabarn. Mikið. Já. Ekki alveg jafn mikið og ég er ammælisbarn, en ég er samt mikið jólabarn. En þú ert náttúrulega eitthvað lasinn þegar kemur ammælum. Ég hef margoft rætt þetta. Ég held að móðir þín hafi ekki, sko, fagnað ammælinu fyrstu 20 árin. Jú, hún hélt alltaf upp á það fyrir mig. Og þetta er bara svona 3 daga veisla. Ég er þetta gaman að, ég hef nú tekið þátt í nokkrum. Já, það verður... Man ekkert alltaf eftir möllum, en það er alltaf við. Búin að plana veislinu í sumar. Ha? Það verður stemming. Hvað er það gamall? 33 ára næsta sumar. Já, hvað er bara blísför niður lögum? Er ekki alltaf í lagi með því? 33 ára sköllóttur single guy og er bara búið 6 mánuður undirbúningur. Nei, það er ekki blísför niður lögum, en ég er búin að, sko, að því að það er mánudegi núna, ammali, sem eru ömmulegt. Ég tjekk alltaf á hvaða degi ammali mitt er. Þú veist hvernig það er árið 3000. Já, því ég er veikur, sko. En ég fór að hugsa, ég er djúðlega leiðilegt. En svo hugsa ég, þarf það að vera leiðilegt? Ákveð ekki að halda bara eitthvað partí á laugardegi. Já. Svo á sunnudegi, þá bara krefst ég þess að menn takki tengingu. Já, tenging. Já, og... Og ekki skal lónið. Já, jafnvel lónið og einhver svona lítil mínirúta eða eitthvað. Jafnvel. Og svo er partí og miðnætti, þá á ég ammali. Þannig að þá er strax orðið gaman á mánudegi. Já, það er skemmtilegt. Hvernig áttu aftur ammali? 8. júlí. 8. júlí. Já, sumar og svona. Já. Ég tek mig frí á mánudeginum. Já. Við bara förum við þetta. Ég til. Byrja að plana það. 8. júlí. Ættu nú að geta tekið frí á þín eigin fyrirtæki. Já, væntalega. En ég ætla að spila núna fyrir ykkur, þetta ger ég ekki oft, en ég ætla að spila fyrir ykkur brot sem að var nú bara hér í þættinum í gær. Og ég var að spyrja Jón Gunnar að því hvort hann hefði heyrt þegar Pétur Jóhann Sigfússon var að bölva í símtali hérna í gær og var að tala við mann á Hamborgarstað hér í bæ, grillhúsi. Og hann spurði hvort það var að öskra á hundin sinn. Mér fannst þetta svo skemmtilegt að ég ætla að spila bara partinn hans Péturs. Þetta eru hérna eitthvað 2 mínútur og þetta er bölvað í símtali og hlustiði nú. Sem er svona sem er grillhúsið er örugglega eitthvað leið sem að veit. Hvert hringdi þú? Pizza, já. Grillhúsið á Sprengisandi, góðan dag. Góðan dag. Nei. Ég ætla að panta borð hjá þér. Hvernig vantaði borð? Bara á þriðjudaginn. Þriðjudaginn? Já. Ok, eftir það vel viku. Já. Já, og nafnið þitt? Við erum 16. Við erum 16. Hvað er það bara með matsið?
Já, getur klukkan hvað það sem þetta? Hegið. Klukkan hvað það sem þetta? Hérna, hálf 6, hálf 7. Hálf 7. Ok. Hegið, helvítið. Hálf 7 og nafnið þitt er? Þið eru 16. Nafnið þitt er, þið eru 16, já. Já, saman, sitja saman. Já. Öll saman á borðið. Það verður að koma ykkur upp líklega. Eru þið með bara eitthvað svona tilbúð fyrir hópinn, allan? Já, það er best að við mútum kíkja á... Þið helvítið, mikið! Hvað ertu að tala... Þið helvítið! Ertu að tala um hundiðinn? Hæ? Ertu með hundiðinn hann? Hvar? Ertu með hundiðinn hjá þér, segir ég? Nei, ég er ekki með neinn hund. Ég á ekki hund. Já, ok. Já, við erum 16 saman og ertu með eitthvað svona tilbúð þannig að allir geti fengið bara sama. Já, það var best að kíkja á það á netinu. Stein, hattu kæfti, helvítið, sem ekki. Grillhúsi.is. Hattu kæfti. Hérna... Já. Það sem við erum að bjóða... Ég er búinn að fara inn á það. Það var eins og það var í loku síðan. Nú, hún á ekki verið það. Tíu. Það er bara Hattu kæfti, helvítið, sem ekki. Það er 300 og svo bara grillhúsi. Steinti. Notaði bara D í staðan fyrir E. Hattu kæfti. Í staðan fyrir U. Vítu, takk, ógið. Ég hef skoðað það, en við erum hérna 16. Já, hvað heitir þú? Ég er löngu búinn að segja það. Þú heitir ekki 16? Nei. Nei, þá hef ég mistað því. Guðni heiti ég. Vinur? Guðni. Guðni? Guðni heiti ég, þegið. Já. Og sími hjá það Guðni? Þegið. Sími hjá það Guðni? Það er 6. 2. 662. 662. 2518. 2518. Hálf 7 á þriðjudaginn 4. desember. Já. Og það voru gott að hafa sambandið að búin að kíkja á síðuna. Já, þetta er ég að spila hér fyrir Jón Gunnar og ykkur. Já, ég gerir þá. Það var í þættinum í gær, þetta er bara svo stórkastlegt. Þetta er hrikalega skemmtilegt. Það má eiga það, Pétur Jóhann, hann er snillingur. Já. Styttist í það og það er rándýrt lag að þessu sinni. Já. Það er, ég viðurkenna, það er rándýrt. Sem við Jón Gunnar völdum hér í sammenningu, en áður en í kveð Jón Gunnar, þá ætla ég að spyrja þig, Jónsi, sem ég hef spurt marga gestastjórnendur að. Já. Ertu með 5 upp á hluti handa mér? Já, ég er með 5. Þú varst bara að skrifa niður? Ég var hérna pínum vandræði með það á hann. Já, en þú ert svona ekta típan sem átti einhverja 5 upp á hluti, eitthvað kertastjaki sem mammaðin gaður og eitthvað svona kertastjaki. Ég á fullt af upp á hlutum. Ok. Fyrstur hluturinn. Tattooið þitt. Þetta er ekki neinni sérstakri röð. Ég líti ekki á tattooið mitt sem uppáhaldshlut. Jú, tattooið mitt. Það er aðeins maður. Það eru Samsung síminn minn. Þeir segja allir síminn. Já, ég bara, það veist, ég vinn basically í símanum. Nota síman mikið. Blackberry stríðið mitt er búið, ég er að fara að kveðja Blackberry. Já, ég fekk mér nýjan daginn, þetta er frábær sími. Ok. Þú veist, gormarnir mínir nota mikið til að spila leiki og svona skemmtilega, taka mikið myndum, frábær myndaljónum, þannig að ég er góð þar. Hörðu, flott er, næsta. MacBook tölva mín, já. Ok. Einfallega því ég bara gæti ekki lifað án tölvunum. Er betra að vera með Mac en PC? Já, hörru, ég er nú nýr Mac-maður, búinn að vera PC bara í 100 ár. Fekk mér Mac daginn því að annars hefði mér ekki hleypt bara inn í það umhverfis ég er að vinna í, sko. Ég vil ekki skipta. Nei, ég er svona að vennast þessu og ég er að fíla það. Ok. Og þó ég nú ekki dottið í iPhone-un ennþá. Hörðu, sófinn heima hjá mér er miklu uppáhaldi. Já, kósí sófi. Já, hrikalega kósí. Vill helst ekki standa upp á honum. Kallið búinn að hossast eitthvað á honum? Rólegur. Alltaf þroskaður. Það á sófinn, það er enda hrikalega byggilegt að eiga þægilegan sófa. Já, ég á mjög þægilegan sófa. Það eru yndislega stundir þar með sérstaklega fyrir svona sjónvarpsfíkla eins og okkur. Já, sko bíósjúklinga og kvikmyndasjúklinga. Það eru safnaradraslið mitt. Safnaradraslið þitt? Já, ég sanka að mér alls konar dóti. Ok. Bara DFD myndum mikið af bókum, ég er að safna íslenskum teiknimyndasögum, plötum núna nýjasta. Lestu mikið það? Ég les ekki mikið, en ég safna samt bókum. Ég reyna að lesa nú annars slagi, sko. Þannig að ég er mikill bókakall og bíókall. Já, en okkur eiga bækur og lestar það ekki? Bara, ég veit ekki, lesa þær í ellinni. En mér finnst það gott að grípa í góða bók annars slagi, sko. Þó ég lesi nú alls ekki mikið. Ok. En já, ég er að safna íslenskum teiknimyndasögum. Bara gömlu hérna. Hvað, Andrés og svona? Nei, bara Tinni og Svalur og Valur og eitthvað svona vesen. Ok, ég hef aldrei neitt Tinna-fan. Nei, mér finnst myndin ekki skemmtilega heldur. Það er gaman að myndina og ég er mikill Tinna-fan. Já. Mikill Tinna-fan. Hörðu, Timberland skóti mínir í miklu uppáldi. Ok. Ég geng helst ekki í öðru þessa dagana. Já, við Hjöppi ætlaðum að kaupa okkur Timberland skó saman þegar við mútið New York en daginn og svo sleppti því að því að okkur fannst allir konir í það.
Já, mér bara alveg saman það, veist hvað? Af því að þú ert eitthvað fashion icon, slakaðu á maður, hvað eiginlega að ég drengs? Þú veist, þetta bara æðislega þægileg skór. Nei, ég ætla ekki að kaupa, allir konir í það. Ok, Timberland. Þið 2 systurnar í New York bara, jésús. Hörðu, og svo, ég er ekki búinn að eignast þennan hlut. Hann mun verði í uppáhaldi. En hvernig getur hann verið uppáhaldslutur ef nú átt hann ekki? Af því ég veit það bara, ég er að fara að fá mig plötuspilara. Já, ok. Svona gamlan og góðan? Já, gamlan og góðan og hlakka mikið til að fara að safna víníl aftur. Ég gæti ekki að hlusta á plöti í mörg ár. Það er svolítið cool. Vera heima þér og kannski fá þér smá rauðinn og hlusta á góða plötu. Henda víníl líka, svo er líka gaman líka allar þessar skemmtilegu plötu sem eru að koma út í dag. Koma út á víníl. Ég meina Moses Hightower, Valdimar, Retro Stefson, Áskil Trausti. Þetta er allt til á víníl. Vínillinn að detta aftur inn? Já, það er að detta inn. En kassettutæki? Nei, minna. Það er ekki alveg jafn sjarmerandi sound þar, sko. Já, ok. Þannig að þetta er svona mínir 5 uppáhaldslutir. Ok, minnist ekki þetta konu hérna. Jæja, herðu. Ég tel konu minn ekki sem hlut eða hvað. Ég er að gríða, það var Sveppi. Sveppi bindist á það. I got 99 problems and the bitch ain't one. Já, sko, það er soundtrackið þitt. Hjá Sveppa, þá var hann með, sko, síma sinn, tölvun sína, konun og börnin. Uppáhaldslutinir hans. Já, ég þurfi ekki að taka fram að, konun minn og börnin séu uppáhaldslutir. Sjálfsögðu ekki. En eru þau ekki hlutir? Það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur, strákunum. Já, þetta er bara gaman. Þökkum kærlega fyrir hlustunum í dag. Það verða 2 harðir á morgun, föstu dagur og mikil stemming í Jónsi. Takk kærlega fyrir að hlaupa hérna í skarðið fyrir að hjöpa. Takk fyrir mig. Og sannur heiður að vera hérna með þér. Við ætlum að enda þetta á laginu á leiðinni heim og þetta hefur ekki verið spilað áður sem lagi á leiðinni heim og þetta kemur úr geðveikri bíómynd sem heitir Drive. Með betra lögum. Já, og lagið er hrikalega svalt. Það heitir Night Call með Kavinsky. Takk kærlega fyrir að nenna að hlusta okkur í dag. Heyrjumst á morgun. Sem að valdi lagið á leiðinni heim. Getur ekki annað að verið, Öddir ekki með svona þroskaðan tónlistasmekk. Það er alveg á kristalltæru stórkostlegt lag úr stórkostlegri bíómynd Night Call með Kavinsky. Klukkan að verða 6, Rikki G tekið við. FM 957 og kjúklingastafurinn Suðurveri gætu boðið þér út að borða. Fylgstu með í þætti Þórðar Daniels á sunnudögum milli 10 og 2 og þú getur unni máltíð fyrir 2 á kjúklingastafnum Suðurveri. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álækjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza síminn 581 1515. Hlýjan ofar öllu jólin, háu ullarsokkarnir frá Geysi. Geysir Skólaverðustíg, Akureyri og á Haukadal. FM 95 blöð á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi.